Ásdís og Nei, sæl! Já, þá erum við komnar út í náttúruna. Já. Hér okkar uppáhaldsstaður að vera. Eða út í náttúrunu bara almennt. Best að vera. Já. Það bara þannig. Og ef við bara hlustum aðeins. Sönghrossakökurinn fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Það bara svo margt að sækja í náttúruna og það sem náttúran gerir helst fyrir mig að hún svona nústillir mig. Já, ég sammála. Það svona, hún gefur ró, svona frið og ró sem maður finnur eiginlega hvergi annar staðar og það er hægt að finna frið í hugleiðslum og svona mér finnst það samt einhvern veginn aldrei jafnast á við það að fara út í náttúruna og tengjast. Algjörlega. Og svo líka bara að finna einhvern veginn hvernig við erum hluti af jörðinni og hvað jörðin og náttúran tilbúin að taka á móti okkur og tengjast okkur ef að við gefum færi á því. Já. Og veita okkur alla þessa dásamlegu orku sem í jörðinni býr. Já. En það gerist ekkert ef við bara strunsum áfram malbikaðan stíg bara á fullu og erum alltaf að flýta okkur. Við þurfum að staldra við. Já. Og eitt af því besta sem ég geri og það hvenær sem ársins, hvenær sem af árinu, að ef ég finn fyrir streitu eða kvíða að fara út og bara leggjast á jörðinni. Jafnvel þó að sé allt í snjó. Það yndislegt. Bara svona. Svo þetta svona, þó ég elski nú bara alla árstíma sko, þá finnst mér vorið, það svo fallegt að fylgjast með öllu vakna. Já. Nú sitjum við hérna innan í mosabreiðu og hér getum við séð stönglana klóeltingunni að koma upp. Hér sortuling sem við liggjum á, það allt einhvern veginn að kvikna og vakna og leið finnum maður ef maður tengir inn á það hvernig það svona kviknar og vaknar eitthvað inn í manni sjálfum líka. Og það akkurat ástæðan fyrir því að við erum alltaf að hvetja til þess að fara út í náttúruna. Það svo margt sem hún getur gert fyrir okkur. Og alveg stór hluti af því sem við erum að vinna með í flest öllu því sem við erum að gera. Já. En þess vegna náttúrulega líka byggum við til hugleiðslupakka. Já, við vorum sérst að setja út nýjan hugleiðslupakka sem heitir Tengjumst náttúrunni. Og hann bara ætlaður í rauninni fyrir öll þau sem að hafa áhuga á að fara út í náttúrunni og tengjast henni svona svolítið dýpri tengingu. Og þessi pakki snýst ekki náttúruverur eða neitt slíkt, hann snýst bara að við tengjumst því sem við erum að sjá í kringum okkur. Í pakkanum erum við að tengjast tré, við erum að tengjast við stein, vatn og plöntu. Þannig að það í rauninni hægt að tengjast og nota pakkan hvar á landinu sem og í hvaða landi sem sem svolítið skemmtilegt. Það nefnilega málið og við finnum svo, við getum tengt við hafið, við getum tengt við læk og við getum tengt við vatn og svo ólíkir staðir og ólík orka. Já, steinvölu eða klett. Já, og það svo gaman að geta tengt við þessa þætti í náttúrunni og fundið svona ólíka orku á ólíkum stöðum og leyft öllu þessu að næra okkur og finna hvernig við getum unnið betur með náttúrunni. Og það sem við hvetjum alltaf til að fólk hafi með sér bók og skrifi upplifanirnar sínar í bók því að það svo gaman að eiga þær. Fylgjast með hvernig skynjunin líka þróast af því öll erum við alltaf, við ekkert síður en aðrir að alltaf að vinna í að þróa og svona styrkja okkar skynjun. Og við hittum rosalega mikið af fólki sem talar það að það þrái að komast út til að tengjast náttúrunni en veit ekki nákvæmlega hvernig það að gera það eða hvar eða svona svona að fikra sig áfram og það eina af ástæðunum fyrir því að við byggum þennan pakka til að gera þetta bara auðvelt. Já, akkurat. Og þarf ekkert rosalegan tíma því að það sem við höfum líka komist að það þarf sko korter 20 mínútur get gert stórkostlega hluti fyrir okkur. Algjörlega. Og bara gefa okkur það að deginum að skella okkur út í náttúruna í smá tíma þó að lengri tími sé alltaf dásamlegur. En allt betra en ekkert. Algjörlega. Og við hvetjum ykkur bara til þess að verja sem mestum tíma í náttúrunni í sumar og raunin á öllum árstímum því að hún hefur alltaf eitthvað að segja okkur, alveg sama hvaða tími ársins Alltaf til staðar. Já, og við hvetjum ykkur til að kynna ykkur hugleiðslupakkann Tengjumst náttúrunni sem hægt að finna á vefsíðun okkar núna. En það gemma? Jú, ef maður til í þetta. Klippa, kött! Helgjörn.